Við setjum okkur stefnu og starfsáætlun á hverju ári og starfsáætlunin inniheldur ákveðnar lykiláherslur sem við fylgjum. Stefna og starfsáætlun Landspítala eru mikilvæg stjórntæki, bæði formlega séð en ekki síður í daglega starfinu. Og það kemur kannski einna skýrast fram á stöðufundunum sem eru haldnir daglega. Öryggismenning er ein af 4 lykiláherslum í starfsáætluninni og þessar áherslur eru á ábyrgð allra en sérstaklega í verkahring framkvæmdastjóra lækninga og hjúkrunar er að framfylgja verkefnum sem styðja við öryggismenninguna og tryggja hana í sessi. Í starfsáætlun Landspítala leggjum við sérstaka áherslu á öryggismenningu og til hennar heyra verkefni sem varða þjálfun starfsfólks og síðan að fyrirbyggja helstu flokka atvika. En til þess að geta stundað þessa fyrirbyggjandi starfsemi þá þurfum við að þjálfa fólkið okkar og þurfum að þjálfa okkur sjálf líka í öryggisfræðunum og það er þetta sem kallað Basic Patient Safety sem við notum mest, sem sagt í rauninni bara grundvallar öryggisþjálfun starfsmanna og svo þurfum við að vera með afmörkuð og skýr verkefni sem eru virkilega einbeitt í að koma í veg fyrir ákveðna flokka atvika. Þeir flokkar atvika sem við einbeitum okkur sérstaklega að í ár eru spítalasýkingar, byltur, atvik sem varða lyf sem eru þá ýmist lyfjaávísanir eða lyfjagjafirnar sjálfar og síðan þrýstingsár. Og þeir árangursvísar sem við notum til þess að fylgja þessum verkefnum eftir eru hlutfall starfsfólks sem hefur fengið öryggisþjálfun og sú tala núna 2018 var 14% hjá okkur en við viljum komast upp í 40% á þessu ári. Nú í öðru lagi þá fylgjumst við alltaf með fjölda alvarlegra atvika og við vorum með 16 alvarlega atvika á síðasta ári en markmiðið er alltaf að vera með 0 í þessari tölu og síðan spítalasýkingar sem við fylgjumst náið með. Tíðni þeirra var 6% árið 2018 og markmið okkar 2019 er 5,8% og það er mikilvægt í þessu sambandi að bera okkur saman við nágrannalöndin og það er gott til þess að vita að við stöndum ágætlega hvað spítalasýkingarnar varðar miðað við þau sjúkrahús á Norðurlöndum sem við berum okkur saman við en við viljum samt sem áður halda áfram að gera betur og það má aldrei sofna á verðinum hvað þessi mál varðar. Það er eðli gæðastarfs og vinnu að öryggismenningu að læra af því sem miður fer. En við megum ekki gleyma því að í yfirgnæfandi meirihluta tilfella þá gengur meðferð sjúklinga hér á Landspítala afskaplega vel. Þökk sé frábæru starfsfólki sem býr við mikilli þekkingu og reynslu og batnandi skipulagi meðal annars vegna stefnu, mörkunar og starfsáætlunar sem eru sett fram á hverju ári.